Komið sæl og verið velkomin til þessara kynningar og undirritunar samnings heilsueflandi samfélag. Hingað til okkar komin landlæknir sem mun ásamt sveitarstjóra undirrita samning á milli embættis landlæknis og Rangárþings ytra. Nú það auðvitað mikið gleði efni að sveitarfélag okkar sé að verða heilsueflandi samfélag. Það var áætlun hér í upphaf árs, en örlítið breyting á vegna kórónuveirunnar eins og gengur. En þetta búið að vera í vinnslu hjá okkur í talsverðan tíma og við höfum útfært þetta þannig að það var skipað hér stýrihópur sem í sæti fulltrúi frá eldri borgurum, frá ungmennaráði, íþróttafélögum og úr sveitarstjórn. Og hlutverk hópsins að fara yfir tillögur, meðal annars frá heilsu-, íþrótta- og tómstundanefnd og móta og ákvarða útfærslu verkefnisins hér hjá okkur í sveitarfélaginu. Nú, stór hluti þessara vinnu er að skipuleggja verkefni og viðburði og það ánægjuefni að við getum kynnt fyrir ykkur hér dagskrá fram að áramótum því að í júlí og ágúst verður hér ratleikur í öllu sveitarfélaginu. Í september verðum við með lýðheilsugöngur eins og undanfarin 2 ár. Í október áætlað átakið göngum í vinnuna eða skólan og í nóvember verðum við með fyrirlestur heilsueflingu. Og í desember áætlað skák og spilamót í íþróttahúsum. Nú, þetta verkefni unnið hér í sveitarfélaginu samstarfi við stofnanir sveitarfélagsins, félagasamtök og fleiri. Og við vonumst auðvitað til að þið íbúar takið virkan þátt í þessu með okkur, þannig gengur það best. Á heimasíðu sveitarfélagsins verður efni þessu tengt sem við hvetjum ykkur til þess að fylgjast með og allar upplýsingar viðburði og annað. En þá ætlar landlæknir nú aðeins að kynna fyrir okkur hvað felst í þessu verkefni, heilsueflandi samfélag. Ég býð velkomna Alma, gjörðu svo vel. Komið í sæl og það okkur Gíu mikill heiður að vera hérna með ykkur í Rangárþingi ytra og undirrita samkomulag að þið verði heilsueflandi samfélag. Og ég ætla svona aðeins bara að fara í gegnum nokkra glærur hvað í því felst. Við byrjum á að skilgreina heilsu en það líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan og ekki bara það að vera laus við sjúkdóma og örorku og við vinnum með lýðheilsu í því að koma með markvissar aðgerðir til að bæta heilsu og líðan og lífsgæði. Og þegar við skoðum hvaða þættir hafa áhrif á lífslíkur, þá sjáum við þetta græna, það þáttur heilbrigðiskerfisins, það eru 20% og í rauninni ekki nema 20%. Síðan sjáum við þarna gulu og rauðu sem samtals 40%. Það eru félags- og efnahagslegir þættir, bara eins og menntun og jöfnuður gríðarlega mikilvægur fyrir heilsu og svo umhverfisþættir eins og bara það að hafa heilsusamlegt vatn og loft og svo framvegis. En stóra kakan þarna, 40%, það eru lifnaðarhættir. Það eru hlutir sem við ráðum yfir sjálf, hvert og eitt. Og þar sjáum við að það þannig í gulu skífunni að þetta engin geimvísindi. Þetta svefn, hann auðvitað undirstaða alls og við eigum að setja svefn í forgang. Það hreyfing, við eigum auðvitað að hreyfa okkur hverjum degi. Við eigum að borða hollt. Við eigum að hugsa vel geðið okkar og samskipti við aðra og svo eigum við að forðast áfengi og tóbak. Þetta svona aðalatriðin. Svo þarna þetta líka kynheilbrigði og það að vera ábyrgur neytandi vegna þess að við erum öll að vinna því að jörðin okkar verði sjálfbær og þurfum að huga því. Þannig að þetta eru heil 40% af lífslíkum okkar, það eru hlutir sem við ráðum sjálf yfir. Og með því að verða heilsueflandi samfélag þá þið líka að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem eru sjálfbæra þróun og það markmið númer 3, það heilsa og vellíðan fyrir alla. Nú, heilsuefling bara allt það sem gerir okkur kleift að hafa aukin áhrif á eigin heilsu og við erum að vinna markvisst með það. Og það sem snýr eins og sveitarfélaginu, það að gera sitt í því að við öll getum, það verði auðveldara að velja það sem hollt heldur en það sem óhollt.
Og þarna á myndinni dæmi bara mikilvæga innviði eins og það hjólastígar sem að gera okkur kleift að fara á heilsusamlegan hátt til vinnu eða skóla. Það til dæmis aðgengi að hollri næringu í skólum og vinnustöðum og svo mætti lengi telja. Og embætti landlæknis það vinnur að heilsueflingu einmitt sem næst auðvitað borgurunum og það auðvitað á vettvangi sveitarfélagana. Og við erum með 5 verkefni, það eru heilsueflandi leikskólar, það eru heilsueflandi grunnskólar og framhaldsskólar, heilsueflandi vinnustaður, það svona nýtt verkefni sem við erum með í forgangi núna því að öll heyrum við tala kulnun og kvíða og allt það og við erum að vinna þetta núna með virk og vinnueftirlitum og þetta verkefni sem fer af stað, það eru 10 vinnustaðir sem fara í pröfuverkefni og þar erum við að þróa hvernig við vinnum með þessa áhrifaþætti sem við kallum svefn, næringu, hreyfingu og svo framvegis. Og síðast en alls ekki síst þá það heilsuefling eldri borgara. Þar vinnum við eins og við mest í samstarfi við hann Janus sem þið kannast við og þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt verkefni. Og þetta það sem að sveitarfélög þurfa að gera, það að hugsa bara alltaf heilsu í öllum verkefnum, öllum stefnum, bara eins og við gerum umhverfismat fyrir ákveðin verkefni, að við gerum alltaf lýðheilsumat. Og embætti landlæknis að ljúka við að þróa lýðheilsumat sem mælitæki. Og markmið bara í þessu verkefni, markmið okkar hjá embættinu, það að styðja ykkur í því að skapa umhverfi aðstæður til að allir geti bara búið við eins góða heilsu og mögulegt og leiðarljósin að það virk þátttaka allra. Við þurfum alltaf að byggja á bestu þekkingu og reynslu og við þurfum alltaf að passa að við veldum ekki skaða. Það erfitt að hugsa til þess að maður geti valdið skaða með einhverju verkefni en það mjög margt sem að getur snúist í höndunum á manni. Dæmi bara eins og þegar ég fekk mér heitan pott í garðinn þá hætti ég að fara í sund. Það sem var auðvitað ekki gott. Og jöfnuður bara gríðarlega mikilvægur í öllu tilliti og sjálfbærni. Og starfið í hnotskurn þannig að það eru sveitarfélögin sjálf sem hafa frumkvæði að því að gerast heilsueflandi samfélag og það þarf að sækja og það þarf að skipa stýrihóp og það þarf að skipa tengilið við embættisins og tengiliður okkar Gígja sem hér með okkur í dag. Og síðan erum við þá búin að undirrita þennan samning og síðan bara að fara af stað og ég heyra að þið eru þegar búin að gera mikið og það auðvitað þið sem að þekkið ykkar samfélag best, þannig að þið þurfum svolítið að taka stöðuna og skoða hvað gott hjá okkur og hvar getum við gert betur og þarna getið þið nýtt ykkur alls konar mælikvarða eins og lýðheilsuvísa sem ég kem aðeins að. Síðan þið örugglega ykkar eigin gögn. Við erum með ákveðna gátlista sem að styðja við starfið þannig að þið þurfið að taka ykkar stöðu og síðan að fara í stefnumótum og gera aðgerðaáætlun og það aldrei hægt að gera allt í einu þannig að þið forgangsraðið út frá ykkar áherslum og ykkar stöðu og síðan að fara af stað en vera stöðugt að meta hvernig gengur og svo bara fara hring eftir hring. Og það sem við leggjum til hjá embættinu það þessi stuðningur og ráðgjöf, það eru lýðheilsuvísarnir. Það eru þessir gátlistar fyrir alls konar áhersluþætti, það kynningarefni og margt fleira. Og síðan eru haldnar vinnustofur með þeim sem helst að vinna í verkefninu. Og við erum bara í mjög víðtæku samstarfi af því að eins og ég segi, heilsa ekki bara mál heilbrigðiskerfisins, hún mál samfélagsins alls. Þannig að í stýrihópnum eru fulltrúar frá fjölda ráðuneyta, frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og svo erum við að draga heilsugæsluna meira og meira að borðinu. Síðan eru samráðsvettvangur þar sem bara allir sem vilja láta rödd sína heyrast
geta komið að borðinu og þið sjáið að það er mjög fjölbreyttur hópur og ef að ykkur detta í hug einhver samtök eða slíkt sem ykkur finnist að vera með, að endilega þá að hnippa í okkur. Og mælingar eru gríðarlega mikilvægar, að við þurfum með þetta að geta mælt til að sjá hvernig okkur gengur og það er líka sem sagt að ef við erum að mæla eitthvað þá erum við þetta með fókus á því, þannig að það er mjög mikilvægt og við erum alltaf að reyna að finna út hvernig við getum gert það sem best. En lýðheilsuvísar eru mælikvarðar sem að gefa vísbendingar heilsu og líðan og við berum okkur auðvitað mikið saman við önnur lönd, en við þurfum meira líka að bera saman svæði eins og í okkar landi og það er þekkt mjög víða erlendis frá að heilsa getur verið mjög mismunandi eftir svæðum og gott sumt betra annar staðar og svo framvegis. Og þetta er bara mjög vel þekkt og við birtum þessa vísa niður á heilbrigðisumdæmi. Þannig að þið eru þarna undir Suðurlandi og það er auðvitað víðfeðmt, en svo er möguleiki að brjóta tölurnar niður, samt ekki niður á mjög litla staði. Og þetta bara verði því í sambandi við GÍU. Við vorum til dæmis að velta fyrir okkur hvort að Rangárþingin saman gæti ekki fengið marktækar niðurstöður. En þetta hjálpar ykkur í að fara að greina stöðuna og finna styrkleika og veikleika og hvað borgararnir þurfa. Og til dæmis er heilbrigðisráðherra mjög hrifinn af lýðheilsuvísum og þeir nýtast í forgangsröðun þjónustu. Að í þessu umdæmi er kannski bjátar á í geðheilbrigðisþjónustu meira en annars staðar, þá er hægt að leggja áherslu á það. Þannig að þessir vísar eru í þróun og við vorum að birta þá í 5. sinn og þeir eru alltaf kynntir út á landi, þetta er kynnt einu sinni á ári og við vorum á Selfossi í fyrradag að kynna þá. Þetta er á heimasíðun okkar landlækni.is, þannig að ég hvet ykkur til að skoða bæði ykkur og bara bera ykkur saman við önnur landsvæði og landið allt. Og til dæmis þá var eitt mjög ánægilegt fyrir hönd ykkar að það minni streita hjá fullorðnum á Suðurlandi heldur en annars staðar á landinu. Þeir eru ekki minna gos sem að gleður okkur mjög og þeir eru með færi á biðlista eftir hjúkrunarrýmum, þannig að það eru svona ákveðnir ljósipunktar og þið bara skoðið þetta. Og hér er til dæmis svefn, að þarna eru þið með 25% fullorðina sem að sefur að jafnaði 6 klukkustundir eða minna. Það er allt og lítið. Við eigum að sofa 7 til 8 tíma og unga fólki okkar líka sefur allt og lítið. Þannig að þetta getið skoðað bara niður á ykkar svæði. Og lýðheilsa, hún er bara á endanum spurningum í hvers konar samfélagi við viljum búa og ég held að þurfi nú ekki margir að velta vöngum yfir hvora myndina við veljum og að hverju við viljum stefna. Og það gengur í rauninni bara vel. Við erum með 32 sveitarfélög sem eru nú orðin heilsueflandi af 73 er það ekki? 72 Ok, og 8 að skoða, en við erum hins vegar með 93,2% íbúa, þannig að það eru minni sveitarfélög sem eigi eftir að skrá sig til leiks. En þetta er bara mjög skemmtilegt og við GÍA ferðumst víða í alls konar farartækjum og höfum mjög gaman að þessu, þannig að þið eru þá númer 32. Þannig að þetta er bara, eins og við segjum, þetta er bara að skapa betra líf fyrir alla og betri heilsu og það er auðvitað bara allra hagur. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra en